Komið sæl. Í þessu myndbandi ætlum við aðeins að fjalla einföldun á stæðum. Og það sem átt við með einföldun á stæðum að þá ætlum við að reyna að leggja saman það sem hægt að leggja saman í stæðunni og þannig fá hana til að líta eins einfaldari út. Og það kannski tvennt sem menn eru ofta ruglast á. Það í fyrsta lagi hvað má leggja saman og í öðru lagi hvort á ég að nota plús eða mínus. Það kannski skýrist betur þegar ég sýni ykkur dæmi á eftir, en til að reyna að svara þessu aðeins þá getum við sagt að það sem við megum leggja saman eru sömu bókstafir ef þeir eru í sama veldi. Og þegar við erum að skoða hvort við erum að nota plús eða mínus, þá skiptir máli formerkið sem fyrir framan töluna eða liðin sem við erum að vinna með hverju sinni. Síðan ætlum ég að sýna ykkur tvær leiðir sem hægt að fara. Annars vegar að líta á hluti í stæðinni eða bera þá saman við hluti eins og til dæmis ávexti eða bíla eða eitthvað slíkt. Og önnur leið felst í því að draga bara hring allt sem má leggja saman. En kíkjum á þessar tvær leiðir með dæmi. Fyrst ætla ég að reynda að sýna ykkur hvað eru líkir liðir. Þetta sem hérna vinstra megin á skjánum eru allt líkir liðir og hér gæti ég lagt þetta saman. Til dæmis ég með x hér og x hér, sömu bókstafirnir og báðir í sama veldi. Hér allt í öðru veldi. Hér upslón og upslón og svo framvegis. Hægra megin á skjánum sjáðu dæmi ólíka liði. Og allt sem hér get ég ekki einfaldað meira. Ég má til dæmis ekki leggja saman einhverjum bókstaf og engum bókstaf. Ég má ekki leggja saman ólíka bókstafi og heldur ekki sömu bókstafi ef þeir eru í sikkoru veldinu. Hér annað veldi, en hér ekki annað veldi. Við kíkjum þá á dæmin og hér dæmi sem við erum að einfalda. Og kannski sjá einhverjir strax hvert svarið en það hægt að líka þessu við til dæmis epli og segja að ég hérna með 3 epli og svo bætast við 4 epli og þá ég komin með 7 epli í lokin. Og í staðinn fyrir að skrifa epli þá erum við bara með x, en svarið það sama og aðferðin í raun alveg eins líka. Dæmi getur líka verið með ólíkum liðum og þá hægt að bera þetta saman með ólíka ávexti. Ég ákveð hér að kalla allt sem inniheldur x epli og get þá sagt að þetta eru 7 epli allt í allt. Og síðan ég með það sem inniheldur ekkert x. Ég lít á það sem einhvern annan ávöxt, eins og til dæmis banana. Þannig ef ég hrúa öllu þessi í einn poka, þá get ég sagt að í pokanum eru 7 epli og 8 bananar. Og meira ekki hægt að einfalda þetta. Og sama með stæðuna hér, ég get lagt þetta hér saman og sagt ég með 7x í staðinn fyrir epli. Og svo ég með 8, töluna 8 í staðinn fyrir 8 banana. Þannig að svarið lítur þá svona út. Síðan hægt að halda áfram og bæta við fleiri ávöxtum. Þið áttu ykkur vonandi á því hvernig þetta virkar. Allt sem í öðru veldi kalla ég epli, ber saman. En það sem ég ætla að sýna ykkur hér gildra sem ég nefndi líka á fyrstu glæru. Að skoða vel formerkin sem fyrir framan liðin sem ég að skoða. Þannig að ef ég ætla að leggja saman appelsínurnar, þá ég hérna með 4 appelsínur og nú ætla ég að samkvæmt þessu taka í burtu 2 appelsínur. Þannig að þá fæ ég og enda með 2 appelsínur eða 2x þegar ég fer að skrifa upp svarið. Ekki horfa bara hérna á töluna 4 og 2 og ætla að skrifa að það 6. Vegna þess að formerkið hér fyrir framan, það segir okkur við ætlum að draga frá. Og svarið við þessu myndi að líta svona út í ávöxtum eða svona ef við sleppum því að skrifa ávextina. Ég ætla að enda þetta á einu dæmi sem að tengir þetta við ég ætla að enda á því að fara yfir þessa aðferð sem að byggir ekki á því að vera með epli og appelsínur. Eitthvað sem þið myndu kannski frekar gera í bókinni ykkar og það að draga form utan líka liði til að átta sig á því hvað ég má leggja saman. Ég ákveði að draga hringi utan allt sem í öðru veldi, rétthyrninga utan öll x-in og þríhyrninga utan allar tölunar. Og enn og aftur passið ykkur að hafa formerkin fyrir framan með inn í forminu
Þannig að þið sjáu hvort þið ætla að leggja saman eða draga frá. Og síðan legg ég saman hérna allt sem í öðru veldi og fæ þá 8 stykki af x í öðru. Síðan horfi ég á x-in og hér eru 12. Ég ætla að draga frá 8x, þannig ég enda með 4x og svo loks tölurnar 4 pluss 1 eru 5. Nú kemur að endanum og hann felst í því að tengja þetta við síðasta myndband þar sem við vorum að finna gildi á stæðu. Og þá sagði ég ykkur að við getum sett töluna 2 alls staðar inn þar sem stendur x og síðan þurfum við að reikna. Þannig að þetta væri þá 3 sinnum 2 pluss 6 pluss 4 sinnum 2 mínus 2 pluss 2. Og þetta er vissulega hægt, en núna erum við búin að læra að einfalda stæður og þá ætla ég að byrja á því að einfalda þessa stæði. Ég líti á öll x-in og hér erum við 3x, svo bætast við 4x, þá er ég komin með 7x og svo bætist við 1x í viðbót. X er semst það sama á 1x. Þannig að nú er ég komin með allt í allt 8 stykki af x-um. Og síðan er það tölurnar, hér er ég með 6, og passa formerkið mínus 2, og það gefur mér töluna 4. Og núna ætla ég bara að setja tvistinn inn í þessa stæði. Vegna þess að þetta er nákvæmlega sama stæði og hér ég er bara búin að einfalda hana. Og með þessu móti þá þarf ég að reikna miklu minna. Þannig að núna ger ég bara 8 sinnum 2 pluss 4. Set tvistinn inn í stæðin fyrir x. Reikna svo í réttir í röð og 8 sinnum 2 eru 16. Og það pluss 4 gefur mér loka svarið 20. Og 20 er þá gildur stæðunar. Og ef þið viljið prófa og setja tvistinn alls þar hérna inn og reikna, að þá að sjálfsögðu ættu þið líka að fá sama svar út, eða 20. Þannig þið ráðið svo sem hvora leiðina er farið, en oft getur verið þægilega að einfalda stæðuna fyrst, það sparar okkur útreikninga. En hér ætla ég að stoppa og leyfa ykkur að spreyta ykkur í bókinni. Takk fyrir mig.